Halló, ég heiti Birgir Örn Steinarsson og það er mér sannkallagur heiður að fá að spjalla við ykkur í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Um, ég er listamaður eins og þið og sálfræðingur og hef verið síðustu 3 árin að þróa með mér og safna saman uh, hugmyndum sem að svona blanda sálfræði og listsköpun saman og já, ég hef verið að vinna með mörgum listamönnum til þess að hjálpa þeim að reyna að losa sköpunarflæði í hvaða formin sem það er. Það getur líka verið bara að performera því að þetta er allt nátengt eins og við vonandi þetta að sjá. Ég hef aldrei gert eitthvað svona áður og ég verð að viðurkenna að ég hefði miklu frekar vilja bara mæta og sjá ykkur face to face einhvern veginn og fá spurningar og svona og feedbacka frá ykkur. En tímanni leyfa það ekki, þannig að ég ætla bara að prófa að vera með svona netfullistur og þið bara að horfa á þetta þegar og ef ykkur langar. Ég er búinn að útbúa glærur, ég hef útbúið glærur og ég held að ég þurfi auðvitað henni að taka að þú komnar. Já, eins og fyrir galdur. Þannig að þessi fyrirlestur heitir Sköpunarflæði í listum og hvernig við viðhöldum því. Og eins og ég tek fram í grunar að ég sé fengið til þess að spjalla við ykkur út af svona kvíða sem að kemur varðandi það að performera og við þekkjum þau öll sem að höfum verið á sviði að það getur verið undarleg upplifun, það getur verið yndisleg upplifun og einhvern veginn bara allt saman. Og ég vonast til að geta, ef að einhver er í vandræðum með þetta eða bara þið á áhuga á tengslum, svona áhuga því sem að hefur rannsakað hvað þetta varðar innan sálfræðinnar, þá kannski hafið gaman af þessum fyrirlestri. Þannig að kannski við byrjum á því að hver er ég? Já, ég, eins og ég sagði hann, heiti Birgir Örn Steinarsson. Þegar ég var 16 ára gamall þá gerðist ég meðlimur í hljómsveitinni Maus. Ég var 1/4 af þeirri sveit og það nú einn af félögum mínum þar nú veit ég að þið hafa verið að flytja verk eftir, það er Páll Ragnar Pálsson sem að spila gítar í hljómsveitinni og við einhvern veginn, við náðum alltaf góðu flæði og æfingar voru bara yfirleitt þannig við vorum 4 saman í húsnæði og fyrirfram ákveðnar hugmyndir voru ekkert sérstaklega vel séðar, allt þurfti að verða til á staðnum einhvern veginn, það þróuðum með okkur tíð og tíma og þannig gerði okkar bestu lög finnst mér, þannig að Maus voru svona eins og skipnar okkar, það var bara allir fyrir einn og einn fyrir alla og enginn ofar neinum. Síðan gerist það. Árið 2004, eftir 10 ár, bara frekar góðu róli með Maus, að gáum út 6 plötur og komum fullt af lögum í spilun, seldum við gullplötu og alls konar að það var skýrt að hljómsveitin var svona að fara í mismunandi áttir og værum ekki að fara að halda áfram að starfa saman. Og auðvitað eins og gerist í svona hljómsveitum þá fór söngvararnir gífurlega svona sterka hugmyndum að þeir gera bara sjálfir og ég fer af stað með það, flyt til London og gerir sólóplötu, eyddi 3 árum þar í að gera sólóplötuna og svo einhvern veginn búin að búa til alls konar hugmyndir á þeim langa tíma og einhvern veginn þegar platan kemur út þá bara hvarf hún algjörlega undir radarinn. Og ef þið hafi aldrei heyrt hana þá er það bara út af því. Og fyrir viki þá varð ég fyrir svona svolítið andlegu krassi. Ég svona misti algjörlega trú á sjálf á mig sem bara tónlistamann og listamann yfir höfuð. Og við tók svona 7 ár þar sem að kom ekkert út frá mér eða ég svona sleppti engu lausu úr mínu sköpunar lífi og var eiginlega bara algjörlega búinn að trúa því að maður væri það sem maður kalla svona has-been eitthvað sem maður hafði gert eitthvað en gæti aldrei gert neitt aftur og varð algjörlega minn versti óvinur hvað það varðar og í einhverri leitað að því hvað í bara spurningar lífið, hvað það sem að þetta snýst allt og var það þá einhvern veginn rataði inn í sálfræðina og þar
kynntist ég alls konar hlutum sem að hjálpuðu mér svo að komast að stað aftur. Bæði það bara að vera í skóla og svona þurfa að gera hluti svona einn í einu og svona gaf mér svona nýja geranda hæfni einhvern veginn og síðan þá hef ég skrifað 2 bíómyndir, gerði Vonarstræti með Baldvin Z og Lof mér að falla með Baldvin Z líka og hef tekið þátt í alls konar hlutum og skrifað heilmikið og gefið út aðrar plötur og ég veit ekki hvað og hvað og náði einhvern veginn í gegnum bara þessa sjálfsrannsókn mína að já, bara einhvern veginn að tengja aftur við flæði og hvað sem það þegar ég stend á sviði eða ekki. Þannig í dag er ég orðinn sálfræðingur, ég starfa sem slíkur í 2 ár, ég vinn fyrir Pieta-samtökin 3 daga vikunar og er svo hérna á stofunni minni sem er við Lækjartorg 2 daga vikunar með hérna, já, þetta er mjög ólík case en ég fundi mig í því og finnst þetta mjög skapandi starf og verð að segja að flæði er stór hluti af því að vera sálfræðingur því það maður að vera stanslaust hérna, maður að hafa augun opin og vera alltaf í augnablikinu og alltaf með athyglina á réttum stöðum og treysta viðbragði sinni. Þetta er eitthvað sem ég held að ég aldrei geti gert ef að ég hef ekki farið í þennan leiðangur. Nóg það. Heyrðu, við byrjum bara hvað er sköpunarflæði og hvernig skilgreinir það hérna. Ég ætla að segja það er bara, þið vitið, þegar tíminn bara stoppar og þið finnir ykkur í ykkur og þið eru bara in the zone, eins og það er kallað eða eitthvað og þið tapið ykkur í ykkur og það er eins og maður verði loftnet. Ef maður fær eitthvað hugmyndir þá er eins og það komi bara frá einhverjum öðrum stöðum, einhvern til manns og maður verður svona bara eins og eitthvað viðtæki sem að allt streymir í gegnum og þetta er náttúrulega draumastaða til þess að vera upp á sviði og líka bara þegar maður er að skapa. Og ritstífla stendur hér en ég held að það á við bara í dag bara rofa sköpunarflæði. Þegar við frjósum, akkur frjósum við, akkur stoppum við, akkur hérna eiga aðrir auðveldara með þetta en hinir. Og það eru til ansi góða kenningar þetta og spurningin er, geta allir náð sköpunarflæði? Og svarið er, sko, það er ekki hægt að kenna sköpun eða hvernig á að skapa. Það eru slæmu fréttirnar. Eða það er ekki hægt að kenna sköpunarflæði þannig séð. Því það er einstaklingsbundið fyrir hvern og einn. Þess að við getum sagt að já, við höfum getum öll að skapa. Ef við gætum það ekki, þá myndum við ekki geta talað. Bara það eitt að tala er sköpun. Það eitt að þetta er eitthvað sem þróum með okkur bara frá barnæsku og tökum svo yfir og verður eitthvað sem ennþá flóknar ef við erum eldri. Til dæmis, ég held sé ástæða að það sé sagt að við leikum á hljóðfæri. Að þetta sé leikur. Það er svolítið svona kjarn í þessu. En þetta höldum bara fram. Og fyrsta sem ég er að tala þegar við erum að útskýra hvernig hugurinn virkar á sköpunarflæði er grunnhugmynd í sálfræðinni og eitthvað sem við kennum alltaf þegar við beinum hugrænni atferlismeðferð. Það eru sjálfvirkar hugsanir og það er svolítið erfitt að útskýra þetta konsept en þetta vísar í að hluti hugsana sé sjálfvirkur, alveg eins og í öndun. Ekkert okkar getur stýrt öllum hugsunum sínum sem að segja okkur bara ef við gætum öll lesið hug okkar sannast þá væri öll í djúpum skít sem betur fyrir það ekki þannig en til þess að reyna að útskýra betur með ykkur hvernig það virkar alls saman hvernig hugurinn, þetta eðli hugans sem að við þurfum öll að átta okkur sjálf á. Ég finnst persónulega að kenna þetta bara í grunnskólanum, sko. Til þess að útskýra þetta eðli hugans, þá langar mér að gera með eitthvað smá tilraun. Og þá vantar mig svolítið að spyrja ykkur undarlegar spurningar. Eru þið tilbúin? Eru það að anda núna? Já. Já. Svarið hlýtur að vera já, við öndum þegar við leyfum, en hvað gerðist þegar ég spurði ykkur spurninguna? Já, ég þarf að veðja sum ykkar svona stoppuðu smá
og svo einhvern veginn bara svona fór það að anda aftur. Jú, ég er að anda. Já, og þá gerði svolítið annað skrítið að þá, eftir ég spurði, þá erum við varir við öndun okkar og við stýrum henni sjálf. Þá spyr ég aftur, voruð að anda áður ég spurði spurninguna? Já, það hlýtur að vera, því að annars væri ekki á lífi og við getum gefa okkur það að sé hluti í heilanum sem að sér til þess að öndun er sér stað og hún er stað hérna í medúlunni, í frum heila og þetta þýðir að við þurfum ekkert að hugsa það, við erum bara að anda og það gerist bara sjálfum sér. Og svo þegar við beinum athyglina að því þá fáum við stjórnuna. Ok, hvað myndið þið gera ef ég segði ykkur að hugur ykkar virkar nákvæmlega eins, hugsun. Við erum alltaf að hugsa, við erum alltaf með eins og einhver rispaða plötu í gangi og eða bara alltaf svona lúppar eitthvað eða við erum bara að keyra bíl og svo allt í einu hérna erum bara komin á gamla vinnustæðan okkar og við tókum ekki svona eftir og vorum týnd í hugsun og þá var eins og við vöknum til vitundar og þá fáum við stjórna, hvað erum við að hugsa? Þannig að þetta er hugmynd sem að við kennum í hugrænni atferlismeðferð og þar er það að hugsanir, þar er litað hugsanir svona svolítið eins og hegðun sem innri hegðun og að hugsanir séu alltaf viðbragð við einhverja áreiti sem að hefur áður komið til vitund okkar. Við erum að keyra bílinn og við keyrum fram hjá gamla staðnum þess að við byggum með gömlu kærustunni og svo áður við vitað erum við bara byrjuð að hugsa tíma með þessa gömlu kærustu og okkur fór þetta svona og allt það. Og þessar hugmyndir, þessar sjálfhugsanir, það bara popp upp, það birtast í hug okkar hvað sem okkur líkaði betur að verð. Og sumar þeirra geta jafnvel verið þess eðlis, það er að valda okkur svona stingað eitthvað, eins og það er óþægilegt að fá þær upp í hugsunina. Ég myndi ykkur að það er verið að flytja verk eftir Stravinsky bara næst og hugmyndin þegar kemur að erfiðakaflanum ykkar, það er bara áður að kemur, það er svona. Þetta er kallað intrusive automatic thoughts. Þetta eru hugsanir sem eru það erfiðar fyrir okkur að það valda tilfinningalegu viðbragði sem er skelfing, ótti. Og það eru algjörlega óviðráðanlegar og við reynum alls við getum að hugsa ekki þær. En það virkar ekki því að ef við reynum að hugsa ekki hlutina þá erum við að hugsa hlutina. Þannig að ég segi ekki hugsa gulan bíl. Er eitthvað að hugsa gulan bíl? Ekki gera það. Það er ekki hægt. Þannig að við þurfum að finna einhverjar aðrar aðferðir en að reyna að forðast þessu hugsunni til þess að það hætti að vera svona óþægilegar fyrir okkur. Þannig að, eins og ég sagði, þetta með sjálfvirkar hugsanir er venjulega það sem kemur fyrst í hugrænni atferlismeðferð því að þetta er svona grunnurinn og þá er hugmyndin ekki að þú verður að læra að breyta þessu hugsun, bara einfaldlega að gangast við því að hluti hugans sé sjálfvirkur, að þú ert ekkert við stjórn á þessu apparati allan tímann sko. En þegar við beinum athyglina að huganum, hvað er í gangi hérna, þá getum við fengið tímabundna stjórn, magna. Og þess að byggja okkur inn í hugmyndir sköpun og hvað svona rýfur það, þá er ég næst að tala hugmyndina innra samtal, inner dialogue og svona hvernig það getur haft áhrif á hvernig okkur líður. Önnur svona grunnhugmynd í Hamer er sú, þetta er orðað á mjög svona þægilegan hátt og svona sem er auðvitað að skilja er að okkur líður eins og við hugsum. Og þannig að það fer svolítið að vera mikilvægt að við förum að bæði að vakna til vitundar fyrir þessum sjálfvirku hugsunum og svona læra hvað inn á hugan, hvernig við getum byrjað að hafa áhrif á þetta, hvernig við getum til dæmis passað upp á að hugsanir okkar skemmi ekki sköpunarflæði. Og innra samtal er í þessum fyrirlestri tala ég sem sú tegund hugsana sem er framkvæmd í formi tungumáls. Þegar við hugsum á alls konar hátt, við getum hugsað í myndum, við getum hugsað í tungumáli, við getum hugsað í tilfinningum og ég veit ekki hvað. En í þessum fyrirlestri þá ætla ég að leggja áherslu á þessa tegund hugsana sem er það svona innra tungumál. Og
eins og þið þekkja, við erum kannski að fara að tala hitt einhvern í erfiðu samtali og við erum búin að búa til handrit í hausnum okkur fyrir hvernig samtalið eigi að vera. Hversu oft hefur það farið nákvæmlega eins og okkur fannst það eiga að vera? Ég held að svarið hljóta að vera aldrei. Það á líka við þegar þið spilið á hljóðfæri. Hversu oft hefur, þegar þið eru búin að planleggja algjörlega í hausnum ykkar, hvernig það er að vera, hversu oft hefur það farið nákvæmlega eins. Og akkur er að gera það kröfu á okkur og er hún holl? Þetta er svona svolítið grunnspurningin. Þannig að æfingar og samtölum sem við undirbúum að vera, þetta verður til þess að við þróum með okkur spennu innan líkamanns sem heitir kvíði. Kvíði er skilgreindur sem ótti við mögulegar framtíðaraðstæður. Það er það sem kvíði er. Það er þegar við erum hérna núna að hugsa eitthvað sem gæti gerst hér og þá byggist upp með okkur orka sem er óþægileg en líka gagnleg, getur verið gagnleg, sem við köllum kvíða. Og stór hluti af þessum innra díalóg bara viðurkenna bara. Við erum alltaf að tala við okkur í hausnum. Við erum alltaf að því. Svona, getur verið of mikið sjálfsól eða of mikið niðrif og hérna þurfum að finna ykkur balans og svona læra hvernig við getum byrjað að hafa áhrif á það. Ok, höldum áfram. Og næst er ég að tala útskýra konsept sem heitir Dialogical Self-Theory. Þetta er kenning eftir sálfræðinginn Hubert Hermans. Og þetta vísar í þá getu mannkynsins að við getum ímyndað okkur svona mismynda afstöðu, svona sjálfsástana í innra samtali. Við erum alltaf að búa til eitthvað svona handrit, okkar eigin sögu í huganum og svo breytist það bara eftir því hverju við lendum í og við svona einhvern stoppum ekkert til þess að pæla í hvort að þetta sé að gera okkur, hvort það sé að hjálpa okkur eða hvort það sé að mögulega að hafa áhrif sem að geta verið neikvæð fyrir okkur. Og við erum eins og búin bara eigið samfélaginu í hausnum. Það eru við og okkar díalóg og ég kannski, þú veist, með eitthvað svona hugræna mynd af annarra mannsku sem ég var að tala og svo teki þá hugmynd og yfirfæri yfir að hana í mínum eigin samtali. Þannig að ég er stöðugt að kannski að vera svona núansar sem að verðast til þess að við sköpum alls konar vandræði fyrir okkur sjálf, smíðum svona hugar hliðar sjálf. Svo við viðhöldum þessum innra samtali og mótum svona sjálf afstöður sem í sálfræðinni kallað I-positions. Til dæmis, ég tók hérna sem dæmi í klárunum, ef ég klúðraði þessum erfiða kafla tónleikum, ætla ég að segja upp áður yfir rekinn. Það bæði svona ofmeti við það að hvað gerist, þú veist, ef við gerum mistök, við gefum okkur þá getu að við getum lesið hugsanir annara og við bregðumst við hugsunum annara okkar ímynduðu afstöðu hugsanir annara. Og við bregðumst kannski við því, eins og þessu tilfelli, án þess að vita nokkuð hvað er í gangi eða hvernig myndi vera. Ok, næsta glæra. Fyrsta skrefið út úr þessu er líka einhvern veginn að þessi pæling hér sem er grunnhugmynd í búddisma og mindfulness. Það er að þú ert ekki hugurinn. Það virðist vera að við hinum vestræna heimi höfum svona einhvern veginn gengist bara við því að þetta nána samband sem ég var að tala áðan, hvernig þróaðist í huga okkar, séum við. Þetta er meira algengara hjá vestrænum þjóðum en austurlenskum. Svona, og mjög áhugavert að sjá að það er meiri kollektivismi, þar er þessi hugmynd minna ráðandi. En þetta, þú ert ekki hugurinn. Hugsun er bara ein af mörgum aðgerðum sem að hugurinn framkvæmir og ég vil ganga svo langt að segja að hugsanir eru svona eins og, hvað á ég að segja, eins og, að hugurinn sé bara með eins og svona skilningarvit sem við höfum, í staðan fyrir að við séum hugur okkar. Og til dæmis ef við virkilega hugsum þetta, ef hugur minn er að hluta til sjálfvirkur, hvernig get ég þá verið hugur minn? Hvað segir það þá mig? Og líka þessi grunnhugsun grunnpælingi í búddisma og mindfulness að
ok, ég horfa á hana penna hérna. Ég finn fyrir honum í puttunum mínum, bara í lófunum mínum, en ég ekki snerting mín. Ég það sem vart við snertinguna. Ég horfa á pennan, en ég samt ekki sjónum mín. Hvernig get ég þá verið hugur minn ef ég verð var við hugsunina? Það eitthvað sem verður vart eitthvað við hugsun. Annars væri ekki neitt samtal. Þannig að þetta svolítið hugmyndin að byrja að gangast við því að við erum ekki hugur okkar, heldur að hugurinn eitt bara stórkostlegt verkfæri, skilningavit sem okkur var gefið. Þannig að alveg eins, við sagði áðan að hugurinn virkar þannig að þegar ég beini og byrja að verða svona meira var við huga minn sem svona entity, að þá get ég byrja að svona fá mér í stjórna. Alveg eins og ég beinti eins og þið áðan, gerir með mér að beina athyglina að öndunni, þá fyrst fengum við stjórn. En þess á milli og síðan þá kannski búin að gleyma því og þeir eru búin að anda. Þannig að það sem skoðsaldið í sálfræðinni það hvort að það sé eitthvað í hugsun okkar sem veldur því að við frjósum þegar við performerum eða veldur því að við rjúfum þetta sköpunarflæði og hvað getum við gert ef að svo og getur verið að þetta frábæra tæki sem við höfum sem að gera okkur kleift að plana fram í framtíðina og skoða fortíðina geti orðið til þess bara að rugla okkur í rýminu og svona verða og svona hindra það að við kannski viljum framkvæma það eða viljum komast á þann stað sem við viljum ná á. Að forritum við okkur sjálf til vonbrigða. Ok? Nú þarf ég að tala rússneskan tungumála sérfræðing sem kom með ansi skemmtilega pælingu. Hann hét Mikhail Bakhtin, var upp á 19. öld og hans hugmynd var svo að öll notkun tungumáls í sögulegu samhengi. Það þýðir að ekkert sem við segjum kemur upp á tóminu. Það alltaf viðbragð ykkur öðru og svo framvegis. Þannig að allt eins og samtal. Það alltaf svona eitthvað sem að ef að þú ert að segja eitthvað mig kannski næstu þú hittir mig þá það út af eitthvað sem var búin að eiga sér stað áður eða eitthvað svona aðdragandi að því. Þannig að hver einasta setning sem yrt í framhaldi af annarri setningu. Og síðan fyrir aðeins lengra og ef að innra tungumál eitthvað sem við framkvæmum þá hægt að segja að sú form hugsana, þessi tungumálhugsun sé raunin bara stigsmunur frá því að tala uppátt. Þannig að hugsa í tungumálhugsun og tala uppátt að það eini stigsmunur að ég nota munninn og röddina og líka mann til að tjá mig til þess að svona bera áherslu á þessar hugsanir sem ég að hugsa þegar ég tala. Þannig að ef við fyrir þangað þá getum við sagt að hver einasta hugsun sem við fáum líka alltaf í sögulegu samhengi. Hún alltaf í framhaldi af okkur öðru. Það alltaf svona mótsvar við þess vegna annar hugsun, eitthvað sem var sagt við okkur áður eða alls saman. Hvað þýðir þetta fyrir sköpunarflæði? Það þýðir í rauninni tekur þessa pælingu svolítið út úr huga eins manns að sköpun verður eitthvað sem viðbragð við öðrum hlutum í kringum okkur. Þannig að í rauninni hægt að bera rök fyrir því að sköpun ekki eitthvað sem fæðist í hausnum á einum manni. Við verðum öll fyrir áhrif á einhverju, þið kannast við þetta. Þannig að listsköpun verður svona meira kollektív dæmi og kannski þess vegna sem í flæðinu að við svona pikkum hluti á þess að vera að pæla eitthvað í hvaðan þið koma. Það bara eitthvað úr okkar fortíð, eitthvað sem gert sem að hrinda þessari hugmyndastað. Og hérna ætla ég að vitna í mann sem heitir Ludwig Wittgenstein, heimspekingur sem að rannsakaði mikið. Hans mission var að búa til heimspeki sem myndi enda alla heimspeki og
og hún snerist það að tungumáli sjálft væri rauninni takmörkunum háð, að það bara eina sem við höfum til þess að reyna að koma til þess að koma hugmyndum okkar áfram til annara, en við notum alltaf tákn sem þá orðin og við getum ég get aðeins sagt ykkur setningu og vonast til þess að þróa sömu hugmynd í haustum á ykkur. Like everything metaphysical, the harmony between thought and reality is to be found in the grammar of language. Þetta er þungt, við þurfum ekkert það verður ekkert prófið en eins og þess, en þetta er svona, við langar bara að kassa alltaf á okkur, þannig að þið getið kannski eftir með fyrirlestur fara að grúska meira og skoða og fletta upp þessu gæjum og svona hjálpa okkur hans að stað. Ok, þá er komið að hvar sálfræðin hefur rannsakað sköpunarkraft og flæði. Og þar er einn maður framar öðrum, hann svona eitt allir sinni starfsæfi að skoða þetta og hann heitir nafnið sem er ómögulegt að segja. Prófa að segja einu sinni, hann er Michael Csikszentmihalyi. Gjörðum hann bara Michael C, það sem eftir er, ég þurfa að minnast það nokkuð sinnum. Og hann hefur gefur nokkrar bækur, bæði heitir ein bókin Flow sem að fjallar þetta flæði, þetta sem er annarkvort í performance eða þegar við erum að skapa eitthvað, og líka hefur hann skrifað bókum og gert rannsóknir bara sköpun og svona reynt að koma þið niður í einhver fræðileg hugtök hvað sköpun sé. Og það er svo magnað að við förum bara í grunninn, þá höfðu forfeður okkar ekkert hugtak fyrir sköpun eða sköpunarkraft eða sköpunarflæði. Það var svona list var form uppgötvunar og gríska orðið poet þýðir að búa til og grunnur enska orðsins poet því sá sem býr til. Ok, og Plató leit svo líka á að listverki sköpun þetta form af endurgerð sem að tónar þess að vel við þess að vorum tala áðan, að sköpun alltaf svona og öll hugsun í rauninni alltaf bara svona viðbragðið einhver öðru sem gerist á undan. Ég ætla að fara stuttlega í þau stig sem eða svona hvernig Michael sé hvernig hann skilgreinir flæði. Þá segir hann hérna the domain which consists of a set of symbolic rules and procedures. Þá það bara ákvaða leikborði það að leika. Ef þú ert hérna rithöfundur, þá það, þú veist þessi heimur rithöfunda sem að býr í því menningarsvæði sem að alast upp á í Reykjavík. Ef þið eruð í Sinfo, þá það örugglega, ætli sé ekki bara allir þeir sem hafa lært á klassískt hljóðfæri eða bara hljóðfæri. Ef þið eruð í að semja sinfoníuverk, þá það svona dóminni, það mjög menningarlegt. Þannig að það vísar til bæði innra dómein sem þá bara Ísland og svo ytra dómein öll þau áhrif sem verðið fyrir frá útlöndum og svoleiðis. Og svo þessar, við höfum öll eitthvað svona reglugerð, það svona, og þið þekkið það í klassískri tónlist að þið spila öll þessi nótum og oft eitthvað svona rými til túlkunar í klassískri tónlist. Það svona hefur verið minna en kannski í annarri tegund tónlist. Það svona ekki líklega hort vel á það ef að óbóleikarinn fara allt í einu svona segðandi kvöt í að taka bara eitt gott jazz solo í miðju verki eftir Gorecki eða eitthvað. Nei, ok. The field, which includes all the individuals that act as gatekeepers to the domain. Þá bæði verið að meina þetta getur verið stjórnendur sinfoníu hljómsveita, þetta getur verið bara svona skapandi einstaklingar sem að búa til hópa hér og þar út í bæ eða hvað sem þetta svona feltið. Through the individual who using symbols of a given domain comes up with a new idea or sees a new pattern. Þetta þegar alltaf svona síslandi, svona kraumandi, bullsjóðandi undir og þið svona ákveða hvað það þið vitið eitthvað langar til þess að gera svona nýaldarverk þar sem að allt í einhverjum, hvað heita, krómatískum skulum, ég man ekki hvað heitir, ekki, þú veist, þá þegar nótunar bara hent út og það má spila hvað sem
eða, eða þið ákveða að þið vilja gera verk sem valsverk eða eitthvað svoleiðis, 3/4. Og svo höldum við þess að fram. Já, og eftir árangar rannsóknir niðurstaða herra sé, Michael sé, að þeir sem skapa sé ekki frábrugðnir þeim sem ekki skapa. Hann nefnir þó nokkra punkta sem listamenn eiga sameiginlegt, það sína markhegðun, það svona vita hvert þú ert að stefna. Að góðir, að svona þeir sem að endast í flæðinu eða svona ná að halda sér áfram eru góðir sem eru að aðlagast breytingum. Og þeir sem eru góðir að skipuleggja vinnu sína, og þá meira átt við að gefa sér tíma, gefa sér rými. Einbeiting lykilatriði til þess að ná þessu flæði, einnig að ná að átengjast áhyggjum að valda vonbrigðum. Í flæði blandast aðgerðir og vitund og tímaskyn ruglast. Það þessi hugmynd sem hann að pæla í, hann að lýsa, það þessi hugmynd þegar þið kannski takið upp hljóðfærið ykkar og þið bara tapið ykkur í því og svo þið lítið á klukkuna, þá áttu ykkur því að það eru 5 mínútur í matarboði sem áttu að fara í, þú bara gleymdi þér. Og það virðist vera að við missum tengsl við tímaskyn þegar við komumst í þetta flæði. Það svolítið merkilegt sem að væri kannski gaman að eitthvað myndi að rannsaka betur. Sköpunarferlið. Og hérna að tala frá því bara frá því að hvað gerist frá því að eitthvað bara frá því að einstaklingur sem í réttu dómeni og í réttum aðstæðum, hvað gerist til þess að hann geti klárað verkið sitt. Og ég kem aðeins síðar kannski eftir hvernig þetta tengist performance. Því kannski tengja líka bara sjálf þegar við förum yfir þetta. Fyrsta, hann skiptir þessi 5 þrep og hérna fyrst að kalla hann preparation og það það að hinn skapandi einstaklingur verður yfirtekinn af því sem hann í þann mun að skapa. Að því ég er tónlistarmaður ásamt öðru og rithöfundur, þá tengi þetta við það að ég kannski að labba einhvers staðar úti og ég fæ annaðhvort svona eitthvað hugmyndasögu eða svona eitthvað komið til mín og þetta oft í formi bara sjálfur ykkur hugsana. Og ég veit ekki alveg akkur það kemur en það eitthvað að gerast, ég fyrir að áttum á því hvað það sem að ég vil allavega koma með svona tilfinning fyrir hvernig verki vil ég gera. Svo incubation, eða ræktun, kalla ég á íslensku. Og það þegar hugmyndin bullandi, sístandi, kraumandi undir og jafnvel á þess að aftur í svona formi sjálfurhugsana og þetta ferli ekkert endilega stanslaust. Það getur verið það að þú fékkst ykkur hugmynd eins og tala vinnin á trúnu á ykkur partíi, svo aftur skýrðum kollinum 6 mánuði seinna og þú ræktar hans áfram og svona, þú ferð að sjá að jú, þetta í því felti og á þeim sviði sem ég vildi og svona fer eitthvað alveg að fara af stað. Og þetta ekki í flæði þannig, en það er svona að þú ferð að svona sjá svona betur hvert þú ert að stefna. Þetta er svona rauninni, kannski þetta líka þetta við það að þú stendur á krossgötum, það eru 4 leiðir og þú ert að velja í hvað áttu að labba. Og svo bara að labba í áttina og bíða þegar maður komast á áfangastað. Skilningur, insight, aha-momentið. Í þessu þrepi líklegast að einstaklingur fari í flæði. Þess að tilfinning sem hún tala á það, bara að hann tekur gítarinn sinn og bara hann að spila. Þetta það sem að þið kannski upplifið bæði á góðri æfingu. Ef þið passið vel upp á æfingarferlið ykkar sé í flæði, sem ég held sé mjög mikilvægt, að þá getið náð þessu. Þið eru bara in the zone, bara í grúfunni einhvern veginn heima að æfa. Og finnið fyrir bara gleðina af því að leika á hljóðfæri. Þið eru bara að leika ykkur á hljóðfæri. Eða þá að sá sem að skrifa sögu, hann bara hérna niður að skrifandi og hann bara bull eitthvað, hann bara láta allt flæða.
og einhvern veginn þú veist, nær einhvern veginn að tengja sig bara þessu streymi hugsana og svona, já, og tapa sér í því. Næsta stig líka gífurlega mjög mikilvægt í sköpun, það evaluation stigið og við eyðum miklu meiri tíma hérna en nokkuð tíman í flæðinu. Og þetta þegar við fáum gagnrýnandann í heimsókn. Ef flæðir hérna megin, þú veist þessi gæi sem bara svona leyfir okkur púkinn sem hér, bara svona, já, gerðu bara eitthvað, bullaðu eitthvað og lyktu þér, þá þetta púkinn sem segir, nei, byrju við, þetta, já, ég veit nú ekki alveg þetta, nei, þetta ekki nógu gott. Ég hef heyrt til dæmis fólk sem að æfi sig á klassísk hljóðfæri með að taka upp partana sína. Þá þetta sá hluti sem að ætti að vera til staðar þegar þú ert að hlusta á upptökuna, ekki þegar þú ert að taka hann upp. Skiljið mig? Ok, hér metur einstakleikurinn hvort það sé sem að skapa sér þessi virði til þess að eyða í meiri tíma í það. Og þarna kemur innra samtal inn í. Þegar þú ert í flæðinu þá eins og þessi einhver önnur form af hugsun í gangi. Það erfitt að útskýra, það svona, já, en ég fer betur í þá eftir. Þannig að hérna, þessi púki, gagnrýnispúkinn, hann talar tungumálshugsun mjög oft og mikið. Útfærsla, hér líka mesta vinnan, þú veist, ef þú ert að taka upp lag, þá það, þú veist, að fara í stúdíóið, útsetja lagið og prófa sig áfram með það. Ef þú ert ekki að skrifa bók, þá það hérna sem þú ert búin að skrifa grunn, þú veist, búin að skrifa fyrsta draft, en svona leika þér í að laga það til og, þú veist, og líma og tengja og allt það. Og hérna líka geta komið svolítið svona vandræðalegar upplifanir. Það oft í þessu þurfi sem fólk fattar bara, já, þetta stef sem ég var að tapa mér í flæðinu, þetta eiginlega nákvæmlega eins og Stairway to Heaven. Ok. Þá kemur að því, af hverju rofna flæði? Af hverju, þú veist, af hverju frjósum við? Af hverju, hvernig rofnar þetta flæði sem við þurfum? Og í tilfelli tónlistarmanna sem eru sviðsmenn, þá flæði ástand sem að við þurfum að ná í bæði, þurfum að æfa, allavega svona grunnæfinguna, þurfum að venja slaginn og hljóðfærinu og líka á sviðinu. Þá þetta flæði gífurlega mikilvægt. Og Michael sé, hann kemur með 6 ástæður fyrir að þetta flæði rofnar. Fyrst við fylgjum sjálfskipuðum reglum sem eru oft of stífar, sprottnar upp úr hugsunarvillum eða úr samhengi. 2. Við þróum með okkur ályktanir flæði sem eru villandi. Við segjum okkur hvernig þetta eigi að vera og það bara fyrir að trufla, það kemur einhver annað form af hugsun inn í flæði sjálft. Við ákveðum að snemma í sköpunarferlinu hvernig lokanistan eigi að vera. Ok, þú veist, þetta svona, ég vinni við bíómyndir, eins og talaðum áðan, og þegar maður skrifar til þess handrita bíómynd, þá setur maður kannski og maður alveg með skýra mynd í hausnum hvernig það að vera og maður svona fær eitthvað hugmynd það og svo tekur bara eitthvað annað teymi við. Og það teymi, lesa sem þú þar fær eitthvað aðrar hugmyndir og ég gæti til þess að því ferli verið að skipta mér af eða segja henni hvernig þeir gera, en sem fattum maður, ég á ekki að vera að segja búningahönnunum hvernig hann á að gera sitt stöf, skilur við. Eða ég á ekki að vera að segja leikarnum að hann eigi að fara með höndin gegnum hárið þegar hann setur þessa setningu eitthvað. Þannig að hér mikilvægt til dæmis komst ég að þessi kvikmyndaferli að leyfa fólki að túlka og bregðast eðlilega við þínum hlutum. Þannig að ef ég var með einhverja niðurstöðu hvernig myndin ætti að vera, þá var ég alltaf fyrir vonbrigðum. Og það líka þegar við erum að æfa eitthvað verk, ef þú ert með einhverja hugmyndum hvernig nákvæmlega eigi að vera þetta að spila, það verður fyrir vonbrigðum á endanum. Það alltaf eitthvað sem þú finnur að. 4. Okkur skortir getuna til þess að planleggja tíma fyrir sköpun með rökgrænum hætti og eða aðlagast óvæntum breytingum sem geta átt sér stað í ferlinu. Og þetta eitthvað sem ég sé mjög oft hjá fólki sem fara ritstýrn til dæmis eða svona það brýtur sig kannski niður fyrir það að það segist þér ef ég ekki alltaf að vinna og þá ég bara, þú veist, þá ég að klúðra þessu. Í staðinn fyrir að skoða það að setja sér réttan tíma, bara segja 2 tíma dag þá ég þessu
út af því að það er líka mikilvægt að viðhalda hinum hluta lífsins. Lífið er svo margt annað en bara þessi eina hugmynd. Þannig að ef við ætlum að halda andlegu jafnvægi, þá þurfum við líka að huga að svefni og líkamlegri heilsu og bara fjölskyldulífinu og svoleiðis. 5. Eldri tilbúnar hugmyndir sköpunarverkið falla sjálft sig. Eins og ég sagði, það að ef þið eru búin að ákveða hvernig performancein ykkar á að vera á því stíð upp á svið, þá frjósið þið í miðjunni. Þið sjáu að það er ekki að fara þannig. 6. Við berum saman okkar eigin vinnu við óviðandi viðmið sem eru byggð á misskilningi. Eins og ok, þú getur haft hugmyndir hljóðfæraleikara, að það er einhver hljóðfæraleikari sem er alveg stórkostlegur, segjum bara Jimi Hendrix, og hann einhvern veginn hefur stíl sem að maður finnst alveg geggjaður, og svo æfir maður sér hljóðfærið og maður einhvern veginn bara, þú veist, maður spila þetta bara eins vel og maður getur sjálfur og aðrir heyra og þeim finnst það stórkostlegt, en í mínum huga er ég aldrei jafn góður og Jimi Hendrix. En af hverju að bera mig saman hann? Það er bara einhver mín hugmynd hlutin og hver er, þú veist, við þróum með okkur hugmyndir hvernig aðrir hugsa okkar hluti, en við getum aldrei, ef við virkilega pælið, vita hvað þeir hugsa og þá verður þetta það sem að stoppar okkur oft, að við erum að kannski viðmiðin okkar eru bara svo steikt að við getum ekki annað en rofið flæðið. Ok, þannig að höldum að sjá frá með þetta. Hvað er þá að gerast? Hvað erum við að segja? Munið þrepin á það að hugmynd, sem sagt Michael C. er svo að við stöðum flæði sem að munið er mikilvægt fyrir hljóðfæraleikara að þarf að vera í æfingu og þarf að vera upp á sviði. Við stöðum þetta flæði með því að blanda saman þessum þrepum í sköpunarverkinu. Þið horfið á það bara sem sköpunarverk að nú er það að fara nú allar Sinfóníuhljómsveit Íslands að flytja ég er búin að nefna svo mikið Hall of the Mountain King eftir norska gæna sem hann ekki veitir, ok? Og þá er sköpunarverkið bara það sem að verður til þegar þið flytjið verkið og það er eitthvað túlkun á því. Og fram að því er þá þessi þrep sem við tölum áðan. Og það sem að rústar sköpunarflæði er þegar, og rústar því að við kannski ná til enda á þessum að klára verkin, er þegar við ruglum saman þrepi 3 og 4. Og muniði að þrep 3, það var flæðið. Það var það að sleppa sér í, bara gefa sér á bát, sem er svona eins og önnur form hugsana. Við skilgrindum inner dialog sem tungumálhugsun. En þegar við erum í flæði, þá er það að reyna að viðhalda því að þessi, þú veist, að horfa á hugsanir sem eitthvað sjálfvirk, gangast við því, gefa sig á vald, þú veist, þessi formhugsun sem að sköpunarflæði er og leyfa sér að vera þar. En ef við förum og fljótt í tungumálhugsun sem er maður gagnrýnandinn sem var á pókinu þessar hlið, ef við bjóðum honum í heimsókn þegar við erum í flæðinu, þá stoppum við. Þú veist, ef ég fer að til dæmis svo áðan, ég er að spila á gítarinn minn og ég er að negla þetta, ég er ekki að gera neina villur eða neitt og bara er að spila, en ég held með mig bara, já, þetta er nú aldrei gott á Jimi Hendrix og ég fer bara að eitthvað innra samtala um mig á sama tíma og ég er að reyna að flæða, þá þetta stoppa ég. Þannig að við ruglum saman þrepum. Þannig að leiðin til þess að ná svona betri bæði svona sjálfsáliti hvað það varðar, er að gangast við því að við notum mismunandi tegund hugsana í þessum þrepum og gangast við því bara að leyfa sér yfir hverju þrepi fyrir sig. Þannig að við leyfum okkur að snemma að fara í þetta innra samtal við sjálf okkur,
það sem við erum að skapa, en við truflum ferlið og rjúum leið sköpunarflæði. Þannig að dæmi hérna bara hugmyndir sem getur truflað sköpun að eitthvað sem ég rekst ítrekað á þegar ég vinna með listamönnum að ég þarf að bíða eftir þessa andagift, ég þarf að vera í réttu hugarástandi til þess að skapa. Það er svo skrítið að þegar maður komið þennan stað þá endar maður bara að bíða endalaust og ég hef verið þar. Og ég held að þetta þróist með okkur þegar þið erum unglingar að þá huga allan tíma í heimi og þá var það tími til dettumynda sköpunarflæði. En sköpunmunni eitthvað sem öllum gefið. Það í eðli mannsins að vera skapandi. Þannig að eina sem við þurfum að gera til þess að komast í þetta hugarástand, flæði, bara skipuleggja það tíman og gefa okkur rými og tíma til þess að komast í það. Það getur verið erfitt fyrst, en þú veist, að þú setur þetta sem form og sem fasta, bara í stundaskránina og fer svo bara að gera þetta þá einhvern veginn, þá svona dettur inn í það, bara eins og þau detti inn í eitthvað grúð þegar að spila á hljóðfærinu ykkar. 2 samanburður fullkomna átta, sem ég segja áðan, með Hendrix, þetta nú ekkert eins og text eftir, ef við sem texta, þetta ekki eins og text eftir Megas, þess vegna sleppt þessu bulli, þá ég að gefa mér að allir vilji hafa textin eins og Megas vilja það. Sumir kannski vilja ekki þann texta, en ég stoppa sjálfa mig út af því að ég með einhverja undarlega viðmið. Og niðurif, þetta sem við þekkjum svo vel, samtal við sjálf okkur endalausa, sem þurfum svolítið að vakna við fyrir, að maður bara búin að ákveða, ég glataði mér, ég ekki með þetta, ég bara bíð eftir því að hinir í Sinfóníuhljómsveit Íslands fatti það að ég bara feik, skilur, ég hef aldrei kunnað að spila hljóðfæri og þannig vel og þið bara haldið það og svo bara þykist ég þannig til þess að, þannig að þið fattið ekki. Ok? Þannig að í sköpunarflæði og innra samtali styðjumst við í sköpun og innra samtali, þess að flæðið og innra samtal, þetta eru 2 mismunandi gerð af hugsun. Við þekkjum innra samtal og þegar við notum tungumál, þá notum við dialogisma, það er alltaf svona áframhaldandi samtal. En í sköpunarflæði verður innra tungumálasamtal truflandi. Það er svo skrítið að segja svo, við virðumst ekki geta notað hugan okkar til þess að hugsa með 2 mismunandi hætti á sama tíma. Ekkert frekar, en við getum talað 2 tungumál á sama tíma. Og þetta er svolítið eitthvað sem maður æfir sig að bara koma sér í mismunandi form hugsunar miðað við hvað þrepið þú ert. Og að standa í innra samtali með þú ert að skapa einmitt eins og að reyna að tala 2 tungumál á sama tíma. En hvað er ráða? Rannsóknir verið að staðfesta að mindfulness-æfingar og hugrænt endurmat eins og við notum í atferlismeðferð geti hjálpað manni til þess að aðgreina þessi form hugsunar og svona leyfa sér að detta inn í hversinu og nota hvert form hugsunar til hins ítrasta. Og mindfulness-æfingarnar kemur kannski ekki þeim á orð sem að þekkjast líkt að það hjálpar til við flæðið, það hjálpar til við þrep 3. Og hitt, þegar við notum tungumálhugsunar, þá, þú veist, þegar gagnrýnendur í heimsókn, til dæmis ef þið eru að æfa ykkur með því að taka upp upptökunar, að þegar þið eru að hlusta upptökuna, þá megi alveg vera þar. En þá getið þið líka notað þessi form af hugrænu endurmati sem er eitt af þáttum í hugrænu atferlismeðferð til þess að þjálfa ykkur í því, bara hvar er ég þú veist, að villa fyrir sjálfum mér, hvar er ég að stöðva sjálfum mig, skilur við. Hvað veit ég að ég veit og annað slíkt. Ok? Þannig að mikilvægt þátturinn í sköpun til að ná flæði í þessu tilfelli að gefa ykkur rými í hversdagsleika ykkar til þess að skapa. Og þeir eru örugglega með þetta í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þeir gefa ykkur einhvern vissan tíma til þess að æfa. Bæði æfi ykkar parta heima hjá okkur eða þá að þið mætið lesið nótunar eða þá að þið eða þá að þið æfið með hljómsveitinni. Og hér
mæli ég með því að þið náu upp flæði og traust á ferlið. Þú veist, ekkert ykkar í Sinfóníuhljómsveit Íslands af einhverja tilviljun. Þið eru þarna út af því að þið eru búin að eyða, þúsundum, 20.000, 100.000 klukkustundum í að spila á hljóðfæri ykkar, að ná á einhvern stað sem að gera það kleift að þú veist, bara það að læra lesa nótur svona hratt, að læra að þekkja klassíska tónlist að vel að þið vitið svona hvaða stemming á að vera hvar, læra inn á hvern stjórnanda, læra inn á hvern höfund og annað slíkt. Og þannig að hugmyndin, þú veist, það sem að stoppa okkur til að ná flæði er svona efasemdir þetta. Þannig að treysti ferlinu, þið eruð í sköpunarferlinu, bara treysti því að allt sem að þið hafið nokkuð tímann hefur komið okkur á stað, muni verði ykkur að gagni í flæðinu. Þannig að þetta er skrifað í þessu ég fer með hennar fyrirlestur á nokkra staði og þarna skrifa þessi nótur eins og var rithöfundur. Skrifið bara eitthvað bull á þess að hugsa það. Sitjið við þína og ekki gremjast þó að svo lítið gerist í fyrstu. Ég man ekki eftir því að hafa reynt að læra neitla á gítar á þess að hafa ruglast einhvern tímann og ég held að mistök mín hafi verið það sem að var til þess að ég svona fór að detta inn í og fatta hvað ég þyrfti að gera betur. Þannig að flæðið kemur tímann, því meira þið æfi ykkur í því að vera einhvern veginn bara á þessum stað, hér nú í flæðinu, leyfa ykkur að vera þar, að þá bara verða ykkur eðlislegt. Skapa, ekki hugsa. Þegar þið eru í flæðiferlinu, reyna að áttengja frá hugsun eins og hugleiðslu. Þar á ég við þá þessa innri tungumál og hugsun. Verið eins og áhorfendur á ferlinu og ekki pæli í hvort það sé gott stöff eða ekki sem þið eru að gera. Bara treystið því að þið eru á þessum stað, þið eru í þessu æfingarferli út af því að þið voru valin í það. Þið eru í þessu æfingarferli að þið kunnið á hljóðfærinu ykkar. Þið eru á þessum stað út af því að allt sem að búið að gerast áður ykkar lífi kom ykkur á þennan stað. Og ef þið eru að æfa verk og ef þið til að styðjast þess að aðferð að taka upp æfingarnar, ekki hlusta á æfinguna leiður búin. Skiptið þessi ferli í tvennt. Gefið ykkur einn dag þar sem að eru bara í flæðinu, takið upp það, flæðið, bara leifið að flæða og svo þau eru búin með það ferli, ítið á stopp og farið að sofa. Leifiði huganum að komast í annað bara horf með því að bara takast af aðra hluti í deginum ykkar og að halda einbeitingu á því og svo þegar þið fara aftur í þetta að hlusta á upptökuna þá með hlusta á athygli og með innri díalógi. Þarna get ég lagað og þá sjáu þið, þá svona breytist það að þið eru ekki heldur svona þið eru tengd aðeins minni tilfinningaböndum og gagnrýnin verður einhvern veginn allt öðruvísi og svona miklu gagnlegri. Þannig að reynið að aftengja svona. Já, ég sé þetta klara og það ætti að vera ykkur. Ég er bara í flæði hérna, ekkert æft og allt einn taka af því ég reyna að gera það sem ég trú á. Þannig að þegar ég hef verið í vinna með listamönnum að þá fer vinnan svolítið fram svona. Hún svona skiptist í það að læra hvert ferli fyrir sig og treysta því. Og síðan ég hef gert þetta hef ég bara ekkert stoppað og reynt að vera bara alltaf í flæði. Og þegar maður fyrir svona að sjá kannski að eldri hugmyndir mann sjálfan getur líka verið það sem að stoppa þig, þá opnast nýjar víddir fyrir þessu að gera. Til dæmis bara þessi fyrirlestur eru þið að vera vitni af einu af mínum sköpunarverkum og flæði og performance. Ég var alveg drullu stressaður áður en ég setti í gang, en það bara svona, og svo bara flæði maður og þetta hugræna endurmat, það það sem maður getur tæklað þessar þennan innri díalóg. Þannig að þetta svona lykil grunnurinn af þessu ferli sem ég var að þróa með mér. Ég hef síðustu 3 ár verið að
kenna hópum svona losaðu sköpunarflæði af svona fólki sem að vill læra að búa til tónlist, bara með góðum árangri. Þetta er gert með söngskóla Herubjarkar og það hefði byrjað því að fólk kemur inn og það er ekki hugmynd hvernig að gera þetta og svo endur því að við förum í stúdíu og tökum blæjara og það er æðisleg moment, förum gegnum öll þessi ferli saman einhvern veginn og undir lokin þess að fær svona fólk svona lærir að tengja við þetta. Og flæði kennum maður, þú veist, þar er svona svolítið svona þessi mindfulness hluti og þar kennum maður bara mindfulness, svona svipað háttumar eins og ég geri upp í Píeta-samtökum með dialektískri atferlismeðferð eða eins og er notað í mindfulness-based cognitive therapy eftir John Kabat-Zinn og já, þetta er ótrúlega gaman og þetta er svona og það er hægt að koma saman stað að það að fara upp á svið er bara einhvern veginn að vera hluti af einhver flæði í staðinn fyrir að vera eining innan Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þá ertu bara orðin hluti af öllu saman einhvern veginn og hugsunin er miklu meira tengd heildinni en bara þér. Þú ert ekki að hugsa bara fuck, hann er að koma upp í ruglast. Þú læra að átengja frá þessu og læra að treysta því sem þú hefur og einhvern veginn og svona, já, getur náð betra flæði. Þannig að þetta mér grunar þetta að vera ástæðan fyrir að ég var beðinn að halda þarna fyrirlestur að svona tala þetta við ykkur og bara takk, ég vil bara þakka Unu sérstaklega fyrir að hafa saman mig og bara að gefa mér þetta tækifæri, þetta með hjartans mál, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt og já, en djöfull er gaman að sjá okkur líka og taka á spurningum. Þannig að já, en ég segi það bara takk fyrir mig og bara megið þið lifa heil og bara megið þið lifa í flæði.